Komið þið sæl og verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn hér á N4. Nú ætlum við að kynna til leiks nýjan lið hérna í þættinum, höfundur vikunnar. Við ætlum á næstu vikum að ræða við rithöfunda og alls konar höfunda. Kristín Þóra Kjartansdóttir í Flóru. Þú ætlar að ríða á vaðið hérna og vera fyrsti höfundur vikunnar. Já, bara takk fyrir velkomin. það. Það er nú ótrúlega gaman að fá að vera með þessu í ykkur og bara frábært framtak hjá okkur líka. Þú gafst út bók núna fyrir jólin, Teikn á lofti. Segðu mér aðeins frá þeirri bók. Já, akkurat, sko, eiginlega er þessi bók sem er nú eins konar bókverk, er svona það sem ég kalla milliverk á milli annarra verka sem ég er að vinna að og ég ákvað bara að kýla á og koma þessari bók frá mér. Og rakst í rauninni á nokkra hluti meðan ég var að vinna að öðru verki sem ég er að gera og bara þessi hluti runnu saman í Teikn á lofti og það var sérst þannig að ég var að skoða bara myndasafni mitt fyrir þetta hitt verk sem ég var að vinna og sá að ég á fullt af myndum af af allskyns undarlegum loftsjónum, þess að einhver svona fyrirbrigðum á himninum og hafði fyrir þetta sama hittverk mitt sem sagt verið að skoða gamla heimild sem er lítið rit frá 17. öld og heitir Undur Íslands og er svona uppfræðslurit sem að Gísli Oddsson sem var biskup í Skálholti á þeim tíma gaf út til þess að fræða erlent fólk eða útlendinga sem sagt Ísland og sérstaklega náttúru þess. Og þar rak ég augun í að það var svo mikið fjallað allskyns undarlega hluti, þú veist eins og tröll og álfa og allskyns furðuleg fyrirbrigði bæði á allt annan hátt heldur en við gerum í dag. Og líka voru þessi hluti bara í einhverju eðlilega samhengi við aðra hluti eins og steina og fjöll og ár og vötn, það sem að okkur finnst í dag vera svona náttúran. Já. Þannig að mér langaði svolítið að koma framfæri þessum skilningi þessum öðrum skilningi á náttúrunni og þessari upplifun á þeim tíma á því hvað náttúran hvað er hluti af því sem við köllum náttúra. Og ákvað að setja fram á þennan hátt í þessu riti þannig að það eru bæði svona stuttar tilvitnanir í þetta gamla rit og síðan ljósmyndir úr mínu eigin ljósmyndasafni sem að voru ekki gerð sérstaklega fyrir þessa bók heldur voru bara eitthvað sem að ég átti í mínu safni. Já. En þetta er ekki kannski svona þessi þetta er ekki hefðbundin skáldsaga eða eitthvað svona? Nei, þetta er ekki skáldskapur. En þetta er ákveðin samsetning auðvitað og auðvitað ákveðin listrænt form þannig séð en þetta er allt svona í rauninni byggt á ákveðnum heimildum og svona á hlutum sem í rauninni er hægt að vitna í eða eru rekjanleg þannig séð. Já, einmitt. Bókin hún er líka svolítið sérstök í útliti. Hún er þetta er svona, bókverk. Já, einmitt. Þetta, sko ég kem úr fræðigeiranum og vann þar í mörg ár og og þar höfum við náttúrulega rosa mikið með bækur og rit að gera og þurfum náttúrulega að lesa mikið og stunda ritrýni og vera með góða yfirsýn yfir hvað er verið að gefa út á þeim sviðum sem við erum að vinna að þannig að á þeim tíma fóru rosalega margar bækur í gegnum hendurnar á mér. Já. Og svo náttúrulega ég er bara mjög mikil bókaáhuga manneskja og les töluvert sjálf líka auðvitað og mér finnst líka að þurfi bara svolítið að peppa upp bókagerð á bæði hér á svæðinu Norðurlands og líka bókmennta umræðuna hér fyrir norðan og það er náttúrulega einhverjir að gefa út en það má alveg gera bara meira og af því og líka kannski meira af óvenjulegum verkum og verkum sem að stíla ekki inn á markaðssetningu endilega
þó að þau séu kannski söluvænleg líka. Mér fannst alltaf þurfa að vinna meira í því og Flóra, staðurinn sem ég rek, gengur svolítið í þessi verk hérna á svæðinu að sinna hlutum í menningargeiranum sem okkur finnst að mætti peppa upp. Já, einmitt. Og þessi bók, þetta er sannarlega akureysk bók. Já, það er svona eiginlega meira en minna sko. Pappírinn er náttúrulega erlendur. Jú. En hún var prentuð hér á Akureyri og síðan batt ég hana sjálfinn og hef alltaf áhugaði að gera líka meira af því. Kannski svolítið óvennilegri bókum eða bókverkum sem eru meira handgerð líka. Og ég held að svona verk komi líka svolítið sterkt inn í þessa senu sem er í uppgangi hérna á Íslandi núna, sem það er slatti af fólki að gera svona litlar útgáfur eða einstaklingar, listamenn eða rithöfundar sem eru í lítilli útgáfu og mér finnst bara frábært að við gerum líka meira þessu og væri náttúrulega óskandi að það væri líka stutt meira við þetta. Já, einmitt. Og það eru fleiri svona spennandi verkefni framundan hjá ykkur í Flóru. Já, akkurat. Við hófum útgáfu í fyrra á ritröð sem heitir Pastel og það koma út 5 rit í fyrra vor eftir 5 ólíka höfunda úr ritlist, myndlist og tónlist má segja. Höfundarnir koma úr þessum geirum. Og við vorum að senda í morgun bara í prent 4 ný rit í þessari ritröð Pastel sem við ætlum að fagna útgáfu á núna í byrjun febrúar og mjög ánægilegt. Það eru 2 höfundar hér að norðan, þau Karolína Rós Ólafsdóttir sem ung ritlistakona og Vilhjálmur B. Bragason. Og svo Bjarni Jónsson, leikritaskáld í Reykjavík og Hallgerður Hallgrímsdóttir, myndlistakona sem búsett í Svíþjóð eins og Þannig að þeirra verk eru koma út núna hjá okkur og við erum auðvitað mjög spennt að sjá hvernig þau koma út úr prenti. Það er alltaf svona ákveði ferli einhvern veginn. Já. Hvernig hafa viðbrögðin verið við bæði þessari bók og eins þessum pastelrituröðum? Bara frábær finnst mér. Sko við ætlum að setja svolítið meira input núna í að fá kannski mögulega meiri umfjöllun einstök rit í eins og pastelritröðinni. Við svona kynntum hann í fyrra meira sem heild af því þá lögðu svolítið áherslu á að koma bara inn með ritröðina. Það náttúrulega sko bókaútgáfa á Íslandi snýst alltaf mikið og auðvitað bókagagnrýnin þá líka og bókmenntaumræðan þau verk sem að koma út kannski í meiri markaðsmiðuðum pælingum svona í þessari kommersial senu í má sletta aðeins og við náttúrulega komum svolítið öðruvísi inn en við höfum fengið rosa góða viðtökur eins og í sölu og svona þá gengur það allt bara mjög vel sko, bara vonum framar myndi ég segja. Það er margt spennandi í gangi hjá ykkur greinilega. Já, svolítið svona öðruvísi, óhefðbundið. Já, og samt líka þetta ekkert svo rosalega óvenjulegt. Það er alveg verið að gera svona hluti og en við leggjum áherslu á ákveðin frumleika og öll verk sem við gefum út eru líka frumútgáfur og þannig að þetta fellur í allt annan ramma kannski heldur en oft í bókaútgáfun líka. Já, einmitt. Nú er bara tíminn hlaupinn frá okkur. Já. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel með þessi verkefni. Já, takk kærlega fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir smástund.